Við áætlum í rauninni að við munum fara í gang með fjárfestingar inn í commercial scale verksmiðjur bæði í Noregi og í Kína á þessu ári. Við erum í rauninni búin að vera að vinna að undirbúningi í Noregi núna á annað ár og reyndar það sama með fyrsta verkefnið í Kína. Það komin undirbúningur komin mjög langt. Íslenska fyrirtæki Carbon Recycling International leiðandi á heimsvísu við framleiðslu á grænu metanóli úr endurnýjanlegri orku og koltvísýringi. Fyrirtæki á og rekur verksmiðju við jarðvarmavirkjun HS Orku í Svartsengi. Metanólframleiðslan byggir á því að rafgreina vatn og framleiða þannig vetni. Síðan vetni kvarðað saman við koltvísýring úr útblæstri eða mengun orkuversins í Svartsengi. Sem sé, framleiðsla á grænu eldsneyti með vatni, raforku og útblæstri. Fyrirtæki vinnur nú að þróun verkefna í Kína og í Noregi. Til að ræða félagið og þessi verkefni í Kína og Noregi hingað kominn Sindri Sindrason, forstjóri Carbon Recycling International. Velkomin Sindri. Takk. Kannski upphafi, hver Sindri Sindrason? Já, ég Reykvíkingur, alinn upp í smábúðahverfi, gekk í Breiðagerðisskóla, Réttarholtsskóla, MH og tók síðan viðskiptafræði í Háskóla Íslands. Þaðan fór ég byrjaði að fara að vinna fyrir apótekara, framkvæmdastjóri apótekarafélagsins. 81 tók ég við sem framkvæmdastjóri Pharmaco og var þar í rauninni fram til 2003 í gegnum allar þær breytingar sem þar átt sér stað og í rauninni, já, þannig að þetta svona bakgrunninn sem sagt lengst af í lyfjageiranum. Ef þú kemur inn í Carbon Recycling hvenær? Ég kem inn í Carbon Recycling sennilega 2007 þar sem ég kom inn í þetta og frá 2008 var ég stjórnarformaður í fyrirtækinu og þannig ég fyrirtæki stofnað 2006 þannig að ég kem svona mjög snemma að borðinu og 2016 þá tek ég yfir sem framkvæmdastjóri fyrirtækisins. Hvað gerir Carbon Recycling? Carbon Recycling framleiðir endurnýjanlegt metanól. Metanól þekkt efnasamband og notað mikið við alls konar efnaiðnaði gegnum tíðina, í seinni tíð samt í auknum mæli í sem eldsneyti. En framleiðsla á endurnýjanlegu metanóli, við endum með sama mólekúlið í lokin en það framleitt úr endurnýjanlegum orkugjöfum til þess að öðlast status sem endurnýjanlegt metanól og munurinn það að almennt metanól framleitt úr kolum eða jarðgasi sem að jarðgas mengar töluvert en kol mjög mikið en í okkar tilfelli þá ertu að nota endurnýjanlega orkugjafa til þess að framleiða þetta og í rauninni þú nýtir koltvísýring í framleiðslunni í stað þess að menga. Þið eru leiðandi í heiminum í þessu? Já, við erum í þessu sem kallað Carbon Capture and Utilization. Það mikið talað þetta, mikið skrifað þetta og þú getur haldið að það veri mjög margir á fullri ferð. En tilfelli að við erum nánast eina fyrirtæki í heiminum sem að vinna beinlínis í þessum geira eða þar að segja komin svona langt, skulum við segja. Við stofnum þetta 2006 og þá var ekkert mikið talað þessi mengunarmál eða það var ekki í líkingu við það sem gert í dag. Þannig að við höfum töluvert mikið forskot á aðra í þessu. Hverjir eiga félagið? Hverjir standa bak við félagið? Já, það eru rauninni milli 70-80 hlutafar í fyrirtækinu. Upphaflega voru þetta alls saman svona einstaklingar sem tóku þátt í þessu og áhugasamir verkefnið, bæði íslenskir og bandarískir, en þó að megninu til íslenskir. Síðan hefur fjölgað töluvert í og komið fleiri Íslendingar í hópinn og svolítið af svona fjölskyldu fjárfestum og svona þeir svona stærstu sem við höfum fengið þarna inn af svona fagfjárfestum. Má nefna Geely sem kínverskur bílaframleiðandi sem meðal annars framleiðir metanólbíla en það eru þeir sem keyptu sér og eiga núna Volvo líka. Þeir eru sem sagt í rauninni stærsti erlendi aðilinn og jafnframt erum við með Metanex sem stærsti framleiðandi að hefðbundnu metanóli og dreifingaraðili í heiminum. Þannig að þetta eru svona svolítið kjarnafjárfestar í þessu fæi en eins og ég segi annars þetta mjög dreifður hópur. Hvað búið að setja mikla fjármuni inn í
inn í félagið frá upphafi? Það fyrir nú að slaga í $100 milljónir sem hefur búið að fara inn í þetta í formi eiginfjárframlaga og í hlutafjáraukningar sem hafi verið svo sem jafnt og þétt á ferðinni í gegnum tíðina. Við höfum reyndar fengið töluvert mikið að styrkjum líka í gegnum tíðina. Núna í seinni tíð hægt að fara að tala um íslensku styrkina því að það má segja að þessi endurgreiðslu form sem eru komin hérna fyrir styrki til nýfjárfestinga eða þróunarstarfsemi hér á landi eru farnir að telja sem gleðilegt og svo höfum við fengið töluvert mikið frá Evrópusambandinu bæði í smærri og stærri styrki en þar á meðal í þrígang styrki sem að slöguðu í 2 milljónir evra hver. Og þið eru að byggja verksmiðjur eða undirbúað byggingu í Kína og í Noregi? Já, byrjum á Noregi. Þá þannig að það verið að innleiða reglur í Evrópu þar sem að ger krafa það að vera með svo mikið endurnýjanlegt eldsneyti. En þær reglur eru svolítið misjafnar þó að Evrópusambandið sé eitt og yfir markmiðið það sama fyrir alla. Þá þurfa nú eiginlega allar þjóðurnar að vera pínlítið sér í þeirri framkvæmdinni hjá sér. Þannig og þeir eiga svolítið eftir að útfæra þessar reglur. En það svona detta inn núna fleiri og fleiri lönd sem að komin eru með þetta. Þannig að við vitum að við erum nú þegar að selja inn í lönd eins og Bretland og Frakkland og fleiri þar sem við höfum viðurkenningu fyrir okkar eldsneyti á þeim verðum sem til þarf. En til þess að framleiða endurnýjanlegt metanól þá þarf það að vera með endurnýjanlega orku og í rauninni eins og þá í nánast einu löndin sem við getum garanterað að við fáum þessa vottun, það á Íslandi og Noregi. Þar sem allt rafmagn grænt eða renewable og það semst krafan til þess af því að það eins og þá fyrst og fremst verið að miða við eitthvað meðaltal netsins í hverju landi og það pínlítið óljóst eins og hvaða stöðu geti fengið í ýmsum öðrum löndum en í þessum löndum í Evrópu þá erum við trygg með að hafa þann status sem við þurfum til þess að fá græna premíu. Hvað þið komið langt í að þróa þessi verkefni í Kína og Noregi? Við áætlum í rauninni að við munum fara í gang með fjárfestingar inn í commercial scale verksmiðjur bæði í Noregi og í Kína á þessu ári. Við erum í rauninni búin að vera að vinna að undirbúningi í Noregi núna á annað ár og reyndar það sama með fyrsta verkefnið í Kína. Það komin undirbúningu og komin mjög langt. Að þú bjartsýnn á að grænn iðnaður verði byggður upp á Íslandi á þessu sviði? Já, við erum að þróa tæknina hér. Við erum aftur á móti ekki að selja mikið á Íslandi, að það hefur ekki verið sérstaklega vel tekið í þetta. Olíufélögin hafa í rauninni ákveðið að taka etanól blandað bensín að utan. Þannig að við þurfum að flytja úr landi þar sem við seljum. Þannig að við erum ekki í dag að horfa til þess að byggja upp frekari framleiðslu á Íslandi fyrir en að markaðsaðstæður breytast hér. En við erum að undirbúa slíka fjárfestingu í Noregi og erum væntanlega að fara á stað með það. Þar ertu með mikið aðgengilega orku á stabílum verðum og frekar góðum verðum. Þú ert með gott aðgengi að mörkuðum, stutt á stóra markaði þar sem við erum kannski að horfa mikið til eins og bæði Frakkland og Bretland. Þannig að umhverfið á Íslandi í rauninni hefur ekki sérstaklega tekið vel í notkunina á þessu hér. Þannig að eins og þá erum við fyrst og fremst að horfa á erlenda markaði. Mér langaði að spyrja þig, þetta tækni sem að þið hafið þróað eða eigið, hvernig það? Já, þetta er tækni sem við höfum þróað þannig séð frá grunni og hún vernduð, við erum með nokkur patent í kringum þetta. Hitt svona mál að það ekki síður ferillinn allur sjálfur sem að maður patentar ekki því að þá gefur maður upp öll leyndarmálin í leiðinni. Þannig að þetta svona í bland secrecy aðferð, bara Coca-Cola aðferðin og síðan patenturum við það sem þess eðlis að það sé hægt að verja patentið. Þannig að þú bjartsýnn á útflutning þessara þekkingar frá Íslandi? Ég mjög bjartsýnn á það. Sindri, kærar þakkir. Takk fyrir.